Góða kvöldi, Georg Markússon heiti ég, næringafræðingur og ætla að fræða ykkur núna næsta hálftíma heilsusamlega lífstíl og mátt matarins. Sem næringafræðingur mér mjög hugleikið að hvað við borðum og í nútíma líferni bara allt og mikið af, ekki svo hollu mat og mér langar svo gjarnan að þið fáið góða fræðslu núna í kvöld það hvernig þið getið valið hollari mat og lifa heilbrigða lífi og okkur ekki til setuna boði. Mér langar aðeins fyrst að ræða svona hvað heilbrigður lífstíl. Hann byggist á 4 þáttum. Borð sem standa, þau standa á 4 stólpar undir því og þetta hollt mataræði sem maður þarf að huga, regluleg hreyfing, nægur svefn og góð andleg heilsa. Og maður getur ekki slitið þessa þætti í sundur, þetta svo keðja tengd saman. Engin keðja sterkar en veikasti lekkurinn og eiginlega bara í nútíma líferni, þetta með 4. þáttinn hann að góða andlega heilsu. Ef hún í lagi, þá fylgja oft hinni þættinni með. Þetta að horfa á þessa 4 þætti, hvar veikastur og ef maður fer að byggja þáttu upp, þá rísa hinni líka. Þannig að lélegur svefn fyrir lélegt mataræði, meira orkudrykki, mann ennir ekki að hreyfa sig, kvíði kemur, þannig að þetta allt nátengt og ég hvet ykkur til að fara eftir fyrirlesturinn og horfa á þessa 4 þætti og fara að byggja þann sem veikastur upp og þá fylgja hinnir oft með. Hvað hollt mataræði ef ég ætti að skilgreina það að ágætis mynda svona batteri. Ég er mjög duglega að hlaða síman nokkur sem á dag eða allavega á kvöldin þegar við förum að sofa. En ef við förum að líta á líkamann okkar svolítið sem svona síma sem þyrfti að hlaða. Lélega orkan sem fer oft inn á þennan síma okkar eða okkar líkama bara svolítið svakalegt sko. Við erum ekki að setja rétta rafmagn inn á síman. Við þurfum að gefa mat sem nærir okkur og veitur okkur orku. Þetta matur sem með vítamín, steinefni, trefja, það sem líkaminn þarf og vill. Mataræði sem ekki með mikið af sykri, ekki mikið af unnum vörum. Við nefnum þarna, ég kalla gervifæða því það ekki í þess svona mat sem svona mikið tilbúin, þá vantar vítamín, steinefni, trefja. Þetta sætindi mikið af gósi, snakki, bakarísvörum og þetta matur, hollt mataræði matur sem veitir veljaðan og orku inn í daginn, í skóla, frístundum og allt sem þú ert að gera. Það vissulega auðveldar að grípa bara óholla matinn, það þarf aðeins meiri fyrirhöfni hollustuna en hún borgar sér svo miklu meira og maður getur stundum fessun í vítarhing óhollustuna. Því meira sem maður borðar óhollustunni, því dýpra fer maður ofan í að vilja meira og meira þannig að svolítið að vinda ofan af því og mér finnst þetta ágætis mynd hérna að segja ykkur svona frá hvað mikið markasetning á svona óhollum mat, sjá alltaf þessa liti á maturum, viti að litur á mat örva matalist, gulur og appelsínugulur, þetta allt liti sem örva matalist og þetta líka litir á matvöru búðum, gulur Krónan og Bónus, appelsínugulur Hagkaup, rauður Costco, þannig að sjá Lucky Charms, KitKat, Coca-Cola og maður ættir að velja mat sem með sér fæst innihaldsefni sem borða frekar appelsínuna í staðan fyrir appelsínusafan. Þannig með gamla góða skýrið sem holl og góð landbúnaðarafurð full af próteinum og steinefnum og annað. Svo páskajógurt sem örugglega alveg koma að marka þótt að séu 2-3 mánuðir í páska. Þannig búið að bæta ykkur nammi onni og fullt af sykur onni og litirni komnir þannig sem að eiga örva okkur til að kaupa þetta og efla matalistin okkar. Vera meira í gamla og góðu skýrin og vera með sætskýr á móti og mixa því saman 50-50 og svona það engin markaðsfræðingur búin að eiga við þarna gamla og góða skýri en þannig að það stendur svolítið innmanna í búðunum og það ekki mikið keypt svo sem og þannig að segja borða spari flest svona sem teiknimyndafígurum eða skæri litum nema þá ávextina og grænmeti. Svona daglega reglur, svona gullna reglur í mataræðinni, þetta að tekka við þetta svona flesta daga lífsins eða ársins, þá maður í dálítið góðum málum. Maður að borða hollan morgumat, allavega svona 5-6 daga í viku? Eru vaskljós yfir daginn? Vatnið besti og það aðal svaladrykkurinn? Eða meira komin að gósi orkudrykkjum? Reynið að skipta svolítið út fyrir vatnið. Ég tala 6-8 vaskljós, en hafið það samt í huga. Það líka hægt að drekka sér í vatni. Ég vil ekki sé að drekka 3-4-5-6 lítra af vatni á dag, þá var ég bara að skóla burtu steinefnin. Það þetta að lita á litin á þvæginu, þá að vera svona fölgult, þá ekki að vera alveg dökkt eins og dökkur drykkur og heldur ekki sama lit og vatni sem fyrir inn, þannig að það svona fölt. 4-5 máltíðir yfir daginn, að maður sé að borða reglulega morgun, hádegis, kvöld og 1-2 millibita. 5-6 skammt af ávöxtum og grænmeti, hafið heyrt þetta áður, ástæð fyrir næringafræðinga að tala svo mikið ávoxt og grænmeti, þannig með vítamín, steinefni og trefja eitthvað sem líkaminn þarf og vill.
maður með grófar og góðar kornvörur, heilkornabrauð, minna af hvíta fransbrauðin og svoleiðis, með góðar fitur, oljur, netur, fræ, feitan fisk. Fyrir 15 árum, kannski 10, var fita mikill óvinnur okkar, en núna í dag erum við ekki hrædd við fitu. Okkur þykir fita góð og við þurfum hann. Ef okkur vantar fitu, það þurrar í húð, fita flýtur fituleysandi vítamín. Við höfum ekki að hræðast fitu. Frekar að hræðist í matur sem stendur á fat free, þá er það bara verri matar sem búið að taka eitthvað alveg orkuefni út og setja það okkur annað drasl í staðinn. Við erum með hreinar mjólkuvörur, hvítar eins og kom frá kösunni, ferskt kjöt og góða baunir, og viljið gera það fyrir mig að taka lýsi eða eitthvað D-vitamingjafa. Ég ólst upp í lýsi mín ungdóm með 46 ára, kannski eru þið ekki alveg uppi, er ekki að taka lýsisópa á mótnana, takja þá í töfluformi, ef þú þoli ekki bragðið þá má taka spray, einhverjar töflur frá Ná eða hverjum sem er, bara maður sé að fá D-vitamini. Það er ekkert endilega lýsið, en D-vitamin er mikilvægt út af sólarleysinu hérna. Ef við byggjum sunnar á hnettinum, þá fengjum við D-vitamin frá sólinu, en ég nýtur ekki við nema svona 3-4 mánuði á ári, þannig að við þurfum að sérstaklega fá D-vitamin hérna á Íslandi. Mér langar að nefna hérna dæmum góðan næringadag, svo næstu glæri er með dæmum slæma næringadag, bara að gefa ykkur hugmyndur svona. Þetta er alveg fullkominn dagur þarna, þarna er enga freistingar og ekkert gos, en bara svona þið sjáu svona hvernig maður getur sett saman góðan dag. Morgumatur, havragrautur, maður er búin að setja rúsínur og möndlur og kanil úti, sker epli eða hálft með, maður með D-vitamin eða lýsi þarna. Í millibita, eitthvað grófa samlóku með smjöri, osti, skinku, gúrku. Hádegismatur, gott kjúklingasalat, gróf brauðsni með osti, setja olíu út á salatið. Eða við erum að holla mat í skóla, fínt að vera að nota ávexti og grænmeti hverju máltíð. Í millibita, banani, netusmjöri með, kvöldmat, það er fiskréttur heima. Þannig er bara að nefna dæmi, þetta er ekkert endalega matsett, bara gefa ykkur hugmyndum hvað hollur dagur lítur út, og ef hungrið er að kvöldi þá er að niðurskornir ávextir og grænmeti. Svona þurfa ekki allir 365 dagarnir árinu vera. Það má alveg stundum vera eitthvað óhollustag, kannski maður borði 80% holt, en það er 20% eitthvað freistingar helgar að hitti vini, en maður sé svona í grunninn yfir virka daga, leiðilega þriðjudag í febrúar þegar slitta úti, að maður velja sér holla mat, degri með vinum eða eitthvað hittingar skiptir minna máli, en það er grunnurinn að það sé svona stabilitet yfir flesta virka daga. Og vatnið er aðal svaladrykkur, ekki orkudrykkir, hvað við segja. Jú, það mætti vera eitthvað mjólkuglös fyrir gott prótein og svoleiðis og kalk, en aðalega vatni aðal svaladrykkur. Svo er það slæmur dagur. Þarna, ég þekki þess mörg dæmi, ég fengi marga svona næringaráðgjöf. Það er engin morgumatur. Þetta er úlingur sem að vakna seint, það var að fara seint að sofa, þannig að það er lítil orka þarna og mikil þreyta þegar vakna. Klukkan 9-10 var einhvern millibiti, það var einhver ostarslaufa sem var greipið þarna, og orkudrykkur bara út af þreytunni sem var, maður vaknaði svo mikil þreytu, það var komið einhverju orku inn á kerfi sem samt svolítil gerfi orka. Í hádegismat, þegar þið í skólanum, þetta er einhver líst ekkert á hana fisk þann og borðið var allan neitt, naftið að síta, jú, eitthvað smá pasta sem er gott að borða, en þeir eru ekki að borða neitt þarna. Komið heim, vá hvað eru svöng, það er bara keksbakinn í étin, hilli eða hálfur, 2 kókumjólk með og bara loksins eitthvað almennilegt að éta því haldið. Kvöldmat, mamma og pappi eru dauðþreytt, þeir ná að plata mamma og pappi að kaupa pítsu, það er ekki kók með, og kvöldi vininni hringi og þeir fara út með þeim og er að drekka einn orkudrykk og súkkulaðistykki borða með. Þetta er bara þetta er ekki góður dagur, ef maður ætti að telja magnið af sykri, koffíninu, bara þetta sér maður oft þegar maður spyr börn og úlinga, það vantar aðeins meiri hugsun í þetta, og ég er ekki að segja einhverju fanatíkur að borða bara alltaf holla máltíðir, en þarna vantar mikið að sé ykkur að holla máltíðir, og líka bara stressin og látunum og þreytunni, þá verður þetta valið. Þannig að það var lítið sofið nóttina, þess vegna tekur maður verri val í mataræðinu, meiri orkudrykki yfir daginn, þannig að hafið þetta í huga, reyna að snúa þessu við og setja hollari máltíðir. Að þegar maður er í þessu mataræði, þá er maður komin í vítahring svolítið óhollust, það er erfitt að snúa upp af þessu, en maður þarf að byrja að skipta svolítið máltíðunum í hollari val og þá fer maður upp úr þessum vítahring. Jæja, það var orkudrykkinni. Nú slökka flestir á slætinu hérna örglega og fara fram, en þetta er mikilvæg boðskap. Ég vil horfa beint í augun á okkur og segja börnum mín að orkudrykkir eru ekki hluti af heilbrigðum lífstíl. Þeir eru auglýstar af einhverjum stjörnum að þetta sé aðaldrykkurinn og áhrifavaldar og annað, og það er
að kalla þetta orkudrykki er líka svolítið rangnefni, að því orkan í þessu, þetta er aðalega koffein er ekki orkugjafi, þetta er svona túrbína. Ef ég ætlaði að bjóða ykkur með mér upp á Esju og þið eru búin að drekka 2 orkudrykki, þeir eru aldrei þessu fulla orku, en halva leiðin upp í Esjunu, við erum að labba í hálftíma, þá eru þið búið með þessa gerfi orku, þannig að koffeinið er að fara að dala aftur og ykkur líður ekkert sérlega vel. Þetta var ekki engin vítamin, engin steinefni, það var ekki kolvetni sem er góður orkugjafi sem hélt ykkur ganga þarna. Og bara eins og mörg fyrirtæki með eins og Nocco, No Carb Company, þeir gefa þessu út fyrir að vera ekki með orkugjafa sem eru kolvetni, sem er aðal orkugjafin okkar. Það er svona mikið, sem næringafræðingur er mikið í dag verið að ráðast á kolvetni, það er mikið að lágkolvetnakúrum, við höfum skítrættu kolvetni fyrir okkur, en það er sann staðreynd að kolvetni er aðal orkugjafi líkamanns og við þurfum kolvetni, ég tala ekki að vaxa og dafna. En þetta er því miður léleg næring, það vantar fitu, það er eiginlega engin kolvetni, það er lítið af próteinum, það er mikið af aukaefnum, oft er mikið af bragð- og litarefnum, mikið koffein, 105 til 180 milligram, eitt kaffibolli er svona 100 milligram, mikið af sætuefni líka, þau auka matalist, það kemur sætt bara í munnin en enga hitaeiningar í maga, þannig að getur ítið undir maður að borða meira, skemma þarmaflóruna. Og próteinir í suma þessu drykkjum, nefnir til þess Nocco, en það er bara meiri og betri prótein bara í góðu eggi, fiski, mjólk, baunum, hnetum, akkur að maður fá ekki gegnum eitthvað svona drykk sem er koffein og þannig að minnst þetta líka dálítið merkilegt. Orkudrykkir eru auglýstir af flottu fólki sem við lítum upp til, íþróttastjörnur okkar, þannig að en trúið mér börni mín að það er ekki árangur þessa fólks byggist ekki á orkudrykkjum. Það er dugnaður og ægi og margt sem liggur þar á baki, en þetta er ekki spurning um að drekka nógu mikið orkudrykkjum til að ná þessu og bara, ég vonaði sjáu það og bara, þetta er röng markaðssetning. Og hvað gera orkudrykki fyrir líkam og sál? Koffeinið sem er mikið í orkudrykki, þetta er gang út að vera með koffein, það er engin orkudrykkur sem er ekki með koffeini. Þetta eru örvandi efni og getur valdið örum hjartslætti, magaverkjum, svita, kvíða og líklega versta sem það gerir er að valda svefnleysi. Við þurfum að sofa, ég taldi upp þess að 4 þætti heilbrigðs lífernis áðan, næringu, hreyfingu, svefn og sálin. Ef það vantar einn af þessum þáttum og hann er í miklu rugli, þá verða hini þættinni erfið líka. Og koffein í orkudrykkjum er öflugra en koffeini í kaffibollanum. Þetta er svona synthetic, það væri betra fyrir ykkur að drekka kaffi með mömmu og pappa eða og afa á mótnana heldur en að vera í orkudrykknum. Það fyrir hægar inn í kerfið, koffeinu og kaffibönunum. Mamma og pappi er að fara að pappi drekku kannski 5-6 kaffibolla á dag, hann er búin að drekka áratugum saman og orðin svolítið bara vanur því, en börn sem er að vaksa og úlingar er bara ráða miklu verfið og það er vont að þetta sé koffin sem er öflugra heldur en í kaffinu. Og við þurfum svo góðan nætusum, sérstaklega þið sem er að vaksa og dafna og ætli að ná langt í skóla og ykkar frístundum, þannig að minkið þessu orkudrykki eða sleppið, bara ekki drekka orkudrykki eftir klukkan eins og 4 á daginn, það er helmingurinn tíma á þessu, þannig að þetta getur verið í kroppnum alveg 6-8 tíma eftir neytis, þannig að hætti að drekka eftir klukkan 4. Og líka mér bara verið góða fyrirmyndir, bara sleppið þessu alveg. Jú, þeir eru á skjörn við alla, eða mjög marga, en þeir eru að sína virkilega gott fordæmi fyrir yngri systkini ykkar eða eitthvað yngri og bara verið flott á hans að vera orkudrykki. Verið með sódavatn, verið með vatni og tala um það hvað ykkur líður vel og hvað þið sofið vel og það því að líka mig eitthvað mun laun ykkur ef þið eru bara orkudrykkja laus og eftir 18 ára aldur, jú, farið frekar að prófa kaffi eða eitthvað, en orkudrykkir er ekki hluti af heilbrigðum lífstíl. Og besta ráði við þreytu er að hvíla sig og sofa vel. Það er ekki meiri inntak á orkudrykkjum, en ég skil samt vítaringi sem margir eru komin í. Ef maður drekkur mikið orkudrykkjum þá sefur maður illa, vantar meiri svefn þegar maður vaknar, þá má komin í meiri orkudrykki, þannig að það þarf eitthvað starf að klippa á hana vítaring og fara að snúi svo svolítið við, og ég veit ekki þetta, ég hef mikla trú á okkur. Talandu koffein áfram, það er þetta ekki bara í orkudrykkjum, það er talað um að börn og úlingar ætti ekki að neyta meir en 2,5 milligram á hvert kílógram líkamsþyngdar af koffeini, 50 kíló einstaklingur ætti ekki að fá meir en 125 milligram, það er í besta falli, það er rétt 1 orkudrykkur, 2 þá ertu komin langt yfir að meir en helming. Svo er líka koffín líka í eins og kaffibolla, kóladrykkjum, alveg 65 milligram í hálfum lítra kóladrykk.
te, dökkt súkkulaði, þannig hafa það svolítið í huga. Þetta er líka í öðrum vörum. Fæðubótarefni. Almenna regla með fæðubótarefni fyrir börn og unglinga er bara alls ekki. Ég meina, börn og unglingar undir 18 ára aldri láti fæðubótarefni í friði. Þau eru mikið auglýst sem alls er að lausn og mikið á samfélagsmiðlum öðrum, bara með að taka nógu mikið að vera nógu sterkur. Og líka oft eru fæðubótarefni meira bruðl en bót. Maður er að kaupa rándýrt fæðubótarefni og árangurinn er ekki í þessu fæðubótarefni. Það er í aga, svita, tárum, svefni, duglegum æfingu, eða verið duglega æfingum, ekki að taka bara fæðubótarefni. En það er samt alveg hægt að mæla með því telanum nokkur þegar öll er verið að taka D-vitamin, járnviðbót fyrir suma, hrein prótein, hámark leðsla, þá má alveg taka það eftir æfinga. Þess vegna reyna próteinblöndur, kolvetnablöndur með steinefnum, Gatorade, Powerade og svoleiðis. Það má gjarnan drekka svoleiðis eða mikill hamagangur og mikill hlaupið. Fjölvítamín, en svona einhver sterkari efni eins og kreatín eða annað, það myndi ég vilja að fólk leti í friði nema undir samræði við lækni eða næringafræðing undir 18 ára, en almennt bara hrein og góð fæða er lang besta ráðið að góðum árangri. Sykur, við langar aðeins tala um sykur. Við erum að borða svolítið mikinn sykur, sérstaklega börn og unglingar. Í hálfum lítir af kóladrykk, hvað sem er Pepsi eða Coke, eru 26 sykurmólar. Myndi einhver sem er að hlusta á hana fyrirlestur borða 26 sykurmóla. Ég held eftir svona 10 verður maður bara, nei, ég hef komið gott af sykri. En við erum búin að leysa upp í hálfum lítir af sykurdrykk 26 sykurmóla. Og ef maður vil minnka sykurinn í mataræðinu, þá fyrsta ráðið að byrja að minnka sykur og gosdrykkina sem maður er að drekka. Þannig að hafið það í huga, það er mikið upplist af sykri í sykurum gosdrykkjum, og þetta er svona mesta koncentratið af sykri. Það er erfitt að borða 26 sykurmól í nammi, það er alveg stór nammibóki og tekur langan tíma. En maður er þyrstur og gúllar í sig bara hálfum lítra Pepsi eða Coke á bara hálfur mínútu, og þá var það bara farið og þarna tókuðu 26 sykurmóla. Þannig að það er auðvelt að innbyrða mikið sykri í formi gosdrykkja. Ástæðan fyrir að sykur er slæmur fyrir okkur, það vantar allan næringu, það vantar vítamín, steinefni, trefja, eitthvað sem telst til hollt. Svo líka oft sykur bara í hollum maturum, skyri, jógurt, próteinbörum. Svo er það sætuefnadrykkir eins og Pepsi Max og Diet Coke. Ég vildi að þeir væri eitthvað miklu betri, en því miður þá eru þeir eru ekki með hennar sykur, en þeir koma örfa matalistina frekar, og mér finnst frekar fólk verið í yfirþyngd sem er að drekka mikið af þessu heldur en þessi kjörþyngd. Þannig að minki bara líka þetta magn og bara í spari. Og mér finnst þetta nammi stundir en ekki nammi dag. Nammi dagar í dag er orðin svolítið skrimsli. Mér finnst þetta borða bara, við getum sett 2 kíló í nammipókana, förum að meira að njóta og höfum gaman að þessu nammidegi og líka skerandi yfir græmmiti eða ávexti. Þetta sé ekki bara gúfísur svo miklu nammi að maður liggi alveg á meldunni, því að nammi er bara mest konsentreysa sykri sem maður getur innbyrt einhvern veginn. Leiðir að sykurlitlu lífi, drögum úr gosdrykkjaneyslu eins mikið og við getum, tæmum skápana heimilinu eða herbyggja kexu og kökum og sætindum, out of sight, out of mind, þetta er svolítið farið, þetta er ekki freisting lengur. Lærum að lesa hans og umbúðina, sjá hvað sykurinn er svo innihaldsleysingin ef þetta er í fyrstu 3 sætunum, þá er mikill sykur. Notum ávexti í stað sykur sem millimál, nærum okkur alvöru mat og það minnka sætu þar, hreyfum okkur, oft er þetta bara vöndun og hreyfingu sem verður okkur að kreyfa sætind og svoleiðis. Hvílum okkur, ástæð fyrir leitum í sykur er út af þreytu, og brosum meira, bara andleg næringa, það er bara sykur sálarinnar, þarna er nature's skittle. Mér finnst þetta alltaf merkileg mynd, verða að tala um þetta við ykkur. Mér finnst þetta skrítin heimu sem að börn og unglingar lifi gegnum þessa samfélagsmiðla, og mér er sorglegt að sjá hvernig alvöru fólk næri ekki upp á pallborðið þarna. Einhver flott stelpa sem er orðin heljamenn í ólympísku lyftingum næri að snara þarna stöngin upp yfir haus og er sterkust á Íslandi, svo er að fara á heimsmeistaramótið, mammin að gefa neitt like á Instagram með einhver bambína þarna með afsaki orðbræði með rassinn út og er að kynna eitthvað fæðubótarefni, fær næstu 3 miljón like fyrir að vera að selja eitthvað fæðubótarefni sem er ekki leiðin árangur. Og mér finnst þetta, ég voniði sjáu hvað þetta er oft skrítin heimu sem maður lifir þegar maður er gegnum þessum samfélagsmiðla. Hvað má gera til að gera heilsusamlega lífstíl skemmtilegan? Vil ég skrá okkur matreiðslunámskeið? Nei, alveg tala, ég er ekki að grínast. Það er ótrúlega gaman að stúsast í mat. Við ættum að gera miklu meira. Og
Ef vilja hafa eitthvað sko, að kunna matseld er öflurilega að kunna starffræði, að farað heiman 18, 19, 20 eða 25 ára eða 30 og að kunna ekki að sjóða egg eða karteblur, maður bara svolítið fatlaður. Þannig að grúski ykkur materslbókin, spurjum mömmu að pappa má ég vera með eða hvað er þetta að gera og tökum svolítið þátt í matseldin, bjóðum vinum heim, viljið koma, ég ætla að bjóða ykkur henni í lasagna sem hann búið til, heimsækja gróðurhús, eitthvað sveitaræktum, sjá hvernig þið búið til, prófa heimsækja sláturhús eða farið í sveitina, ég meina kynnumst aðeins matseld, farið í Berjamó, nú er ég 46 ára og er mér svona nostalgíu að gaman að fara í Berjamó í gamla daga, ég er að reyna að fá på dætu minni í þetta, það er ekki alveg að spenta fyrir svo ég var í gamla daga, en þetta er frábær hreyfing, geggju næring í öllum berjónum og ég hveti ykkur að reyna að fara sjálf að plata á mömmu og pappa í að fara í Berjamó. Förum ykkur áskorunni við vini eða fjölskyldi í arbegjum, hveti ykkur flestar arbegjur á mínútu, planka, það var skemmtilega áskorinn fyrir nokkur ára, eitthvað planka áskoranir og svona, taka mynd af þessu og setja þetta á TikTok eða gerum þetta skemmtilegt. Prófum ykkur öðruvísi hreyfingu, dans, zumba, hvað sem er, skauta, crossfit, skylmingar, bókfimi, ég bara sky is the limit, það er til endalaust af íþróttum. Ef þið ekki fundið skemmtilega íþrótt, vil ég halda áfram að leita og þetta snýst að áhuga á íþróttinni og maður stundana, félagskapin er líka mikilvægur, þannig að þá heldur maður áfram í því, þá getur ekkert stoppa manni hefur gaman hins að ef einhver er að draga manni ykkur íþrótt, guð hvað er leiðilegt í þessu crossfit eða leiðilegt að vera í þessum handbolta, hætti þá bara, það verður ekkert fyrir ykkur og finnir bara eitthvað skemmtilegra. Förum í áskorum við vini að nota ekki síman eftir kl. 11 á kvöldin, þetta er 4 sinni í viku, reynum að minnka hann síma svolítið og við erum flottasti gæin eða gellan sem að sefur sína 9 tíma á nóttu og bara posta því, bara svafa ógeðslega vel í nótt og engin truflun og í lok dags, ég er að kenna dæturum ungum þetta, vil ég þakka fyrir 3 góða hluti í lífinu sem við erum þakklátt fyrir, við erum alltaf duglega að horfa á það sem við höfum ekki, það er allir miklu meira með þetta og allir ríkari og allir með þetta, en við getum þakka fyrir okkur góða hluti, hvað sem það er fjölskyldu okkur, eitthvað góðu vinur, ég með nokkuð góða heilsu, það er margt sem við getum þakka fyrir, sérstaklega á þessu ríka landi sem við búum á Íslandi og við þurfum að gera miklu meira og maður séu betur að geta í lok dags bara ég er ánægð með þessa 3 hluti. Andlega heilsan, ég nefndi í byrjun fyrirlestarins að andlega heilsan væri líklega grunnurinn öll okkar heilbrigði, það byggir svolítið brúna og allt. Ef þið eru með góða andlega heilsu þá munum við borða líka betur. Bara við þykir rosalega vænt mig, þennan einstakling, Geir Gunnar Markusson, ég ætla að fara að klappa það svolítið, þá gefið mér líka betri fæðu. Nú erum við bara frá út að labba og þú þarft ekki að tala við þig, þetta er svolítið, geðs ekki verið að tala við sjálf og þetta gera það inn í þér, en þið þykir vænt þig og þá ferð að borða betri mat, þið ferð að þykja vænt hennar skrokk og þessi skrokku vill alveg næringu. Lærum að anda, við gleymum að anda, við erum stressuð og kvíðin og spennum allt og förum að anda grinnra og hraðaregni, við þurfum einhvern veginn bara það að draga andan djúft 5 sinnum og anda aftur frá sér bara er mikil slökun. Ég hveti ykkur að þið finnir fyrir kvíða eitthvað í dagunni erfið, bara þetta anda 5 eða 10 sinnum djúft inn og út og það er bara gefið mikla slökun. Prófum að stunda jóga, hugleiðslu, eitthvað sem gefur manni svona andlegt meðal. Brosum, bara þegar við löpum inn í daginn þá brosum við, það verður góðu dagur ég hlakka til að takast á við. Ef þið lappið inn í daginn alveg bara ég nennus ekki, þá verður dagurinn alveg hundleiðilegur. Þið lappið í poll, þegar þið kom út, þegar þið kom í skólan eða vinnuna, er allt ömulegt. Þá verður bara leiðulega á staðinn í daginn var það bara þetta verður leiðilegur dagur og þá verður hann bara, ég get ekki beðið þegar hann ljúki. En þegar maður bara brosar inn í daginn, það get ekki allir verið gorgeous eins og ég bara hlakka til að takast á hennan dag, þá verður hann miklu betri. Hreyfum okkur, það virti dagur. Við erum í núinu, við gleymum núinu. Við erum alveg fram úr okkur, ég hlakka til að páskafrí kemur og sumafrí og þetta og jólin, en meðan að býja eftir þessum fríum öllu þessu, þá er lífið að gerast, þannig að tíminn flýgur áfram. Við vorum að kveðja jólin, en með hvað tíminn líður hratt núna, þá bara eru jólin bara líka á næsta liti, sko. Höfum eitthvað áhugamál, eitthvað sem hvetur okkur áfram og getum grúska í og gleymum okkur í alveg saman. Það er ekkit asnalegt við. Þið með safna frímerkjum, vera að stoppa fiðrildi eða bara hvað sem er, bara læra kínversku eða það allt í boði og á þessum heimi í dag, þessar upplýsingaöld, vá hvað er þetta grúska mikið. Tölum okkur upp, ekki niður, trúum okkur sjálf, verum vinir okkar, sleppum tökum á því sem við ráðum ekki við. Það er hægt að eyða geðheilsunu bara í hugsa allt sem að þetta og þetta og þetta, en ef þetta er ekki okkar valdi þá verðum við bara að sleppa og lefa að hafa sinn gang.
aldrei að gefa draum ykkur eitthvað bátinn, þá er maður svolítið fátækur maður en maður ekki meina hann að drauma og vil ég gera með það að reyna ekki að gera öllum til geðs. Sumir eru bara fílupúkar og leyfum bara að vera fílupúkar, við erum ekki rjóma í sig eða súkkulaði eitthvað og bara sumir líkar ekki við okkur, þá er það bara þeirra að tapa einhvern veginn og ef þið fara að klikka við þess að þætti hérna, ég get lofað ykkur því að lífið verður auðveldara, þið náðu eitthvað markmiðum fyrir ykkar, þið farið að borða hollara, að þetta er svolítið grunnurinn að heilsun okkar. Svo er ég bara komin á tíma hérna, þannig er e-mailið mitt eða eitthvað til á sambandið mig, ég held út í heimasíðunni Heilsugeirin og ef vilja hafa sambandið mig þá er ég á Facebook og Instagram líka sem Heilsugeirin. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel í þessu, muni líka hófsemi, ég vona enginn fari að lifa sér eitthvað puritan, það snýst líka um að hafa gaman og njóta en ekkert of mikið og bara takk fyrir mig og gangi ykkur vel.